Mér skilst að ég átti ekki að gera neitt í tæknimálum, þannig að ég reikna með að það sé bara byrjað. En ég vil byrja á að bjóða ykkur velkomin á þessa fjárfestakynningu félagsins. Ég vil einnig bjóða þá velkomna sem eru að hlusta á þetta á netinu. Og það er sem sagt upptak í gangi og þið getur hlusta á þetta aftur og aftur og aftur og aftur. Fyrirkomulagið verður það hætti að ég mun fara yfir þetta sjálfur. Og mér til halds og trausts eru hér lykilmenn úr starfseminni. Þannig að ef það eru eitthvað spurningar sem ég hef ekki á reiðum höndum, þá hjálpa þeir mér við það. Gaman líka að segja frá því áður við byrjum að við höfum lagt alltaf vinnu í að hugsa þessa kynningu upp á nýtt. Reynum að tína til svona hluti og upplýsingar sem hafa ekkert endilega verið setta fram áður. Erum að reyna að dýpka aðeins þekkingu á rekstrinum. Og ég vona að þið munið sjá breytinguna og í framhaldinu verður gaman að taka umræðu það hvað er að virka, hvað er ekki að virka, hvort sem það er lokfundar eða bara fundum í framhaldi. Mér langar líka að nota tækifæri að kynna Andra Ólafsson sem er samskiptastjóri okkar, hann er þarna. Þetta er ekki Andra á Flandri, þetta er Andri Ólafsson og hann hefur borið hitann og þungan þessari kynningu og verður ykkar kontaktaðili going forward. En við skulum bara vinda okkur í þetta og fyrst er það að segja að helstu tíundin eru þau og það hefur komið fram í okkar kynningum. Það er alltaf kröftugur iðgjaldsvöxtur, bæði vegna þess að félag hefur verið í vegferð að hækka iðgjöld í kjölfara aukinna tjóna undanfarið misseri. En það er líka ný iðgjöld sem hafa komið inn og vöxtur á skírteinum. Tjónin í ársfjórðungnum voru einstaklega létt. Og sérstaklega borið saman við fyrri ársfjórðung númer 1 sem var einstaklega þungur. Og þetta lagðist allt á eitt að gera þennan ársfjórðung eitt besta í sögu félagsins og sumir telja að þó við myndum horfa aftur til 1917 að þá var þetta besti ársfjórðungur sem hefur verið. Og svo alltaf stóra fréttin að það er komið ný forstjóri og það er ég. Og bara til að taka af öll tvímæli það þá heiti ég Helgi Bjarnason og ég hóf störf í júlí. Og það er ágætis venja að kynna sig vel. Þegar ég man eftir þegar ég byrjaði í Arion banka og fór á eitt stóra starfsmannafund og ég var svo spenntur að tala og kynnti mig ekkert, mætti bara í pontu og byrja að tala og svo fannst mér þetta frábær ræða og ég var uppnuminn, mér fannst allir aðrir vera uppnumdir. Svo spyr ég eitthvað spurningar og þá kom einn á fremsta bekk, rétt upp hönd og ég sagði, hvað er það? Hver ert þú? Þannig er oft gott að byrja á basicinu og kynna sig, en ég vil alltaf láta tækifæri að þakka Jakobi fyrir sín störf því að ég geri ekkert hér annað en að kynna góða niðurstöður, þessar niðurstöður og þessi árangur þessum ársfjórðungi og fyrir er eitthvað sem var fyrir minn tíma. Lykiltölurnar, svo sem ekkert að staldra neitt við einstaka tölur því þetta er hér fyrir framan okkur og í kynningunni sem þið hafið hjá okkur, en það er sterkur iðgjaldsvöxtur. Og stóru fréttina núna er að hagnaðurinn er borin upp af vátryggingastarfseminni og eins og ég sagði áðan að þetta er lægsta hlutfall í manna minnum. Og ég kem betur að þessum hlutum á eftir. Til að horfa á 6 mánuðina og þá er samstætta hlutfallið 95,4% sem er gott. En við sjáum það líka að hagnaður 6 mánuðin er borin upp af ársfjórðungi 2. sem enn og aftur sýnir hvað það er mikið flögt milli ársfjórðunga, milli mánaða og út í það farið daga. Þannig að það ber að taka alla svona hluti með fyrirvara og ávísun á framtíðina er engan veginn fólgin í því sem hefur verið. Hérna er ný mynd sem við erum að setja fram. Efri hluti sýnir dálítið svona afkomubrúna. Hvernig tekjurnar verða til milli þessara tímabila, 6 mánaða og sjáum þar er bæði mikil og góður vöxtur í iðgjöldum, fjárfestingartekjurnar eru hærri, eigin tjón eru hærri en þau eru áhrif þeirra mikið minna heldur en iðgjaldsaukningin. Rekstrarkostnaðurinn er hærri, síðan eru skattarnir töluvert hærri á þessu tímabili en það er vegna skattalegra inneigna sem við áttum eftir árið 2015 sem að realiserast á árinu 2016. Það sem mér langar líka að gera hérna umtalsefni og taka þessa umræðins inn á líka
nú og í framhaldinu að þegar verið að horfa á afkomu tryggingafélaga, þá alltaf verið að horfa á afkomu annars vegar af vátryggingastarfsemi sem er mjög mikilvægur hluti af starfsemi félagsins og svo af vátryggingastarfsemi, fjármálastarfsemi og vátryggingastarfsemi. Og við vitum það að í sögulegu samhengi hefur hagnaður hjá vátryggingafélögum verið borin upp af fjárfestingum og sjáum það á myndinni hérna niðri að sögulega bláa súlan svona kjarninn í fjárfestingu, hérna í afkomunni. Okkar væntingar eru það að rauða súlan verði stærri og stöðugri sem partur af þessari mynd. Það að segja vátryggingastarfsemin sé að skila þeim rekstri eða þeim hagnaði inn til félagsins sem að væntingar eru Það má geta þess að stóra rauða súlan hérna í öðrum ársfjórðungi 2015, hún svona vegna þess að á þessu tímabili var gjaldfærður 1,4 milljarða kostnaður sem var á UT-kerfum félagsins sem var áður eignfærður en hann var gjaldfærður þarna á þessu tímabili sem skekkir þessa mynd verulega. En þetta dálítið það sem við viljum líka dálítið horfa á og þið kannski hjálpuðu okkur að meta hvernig best að setja svona fram en það skiptir máli hvaðan tekinn að koma og við erum dálítið að reyna að horfa á þessa mynd og okkar væntingar að rauða súlan verði þéttari sem partur af afkomunni. Næsta mynd sýnir samsetta hlutfallið sem náttúrulega það svona sem hefur helst verið horft til hjá tryggingafélögum og skiptir náttúrulega gríðarlegu máli og það þetta samsetta hlutfall. Við sjáum hérna á neðri hluta myndarinnar hvernig þróun hefur verið síðustu ársfjórðunga og við sjáum að þetta ákveðið flögt en við sjáum líka það að þessi ársfjórðungur sem við upplifum núna einstaklega góður. Kostnaðarhlutfallið á efri myndinni milli ára lækkar en við sjáum að kostnaðarhlutfallið milli ársfjórðunga 1 og 2 að hækka. Það aðalega vegna þess að launabreytingarnar sem eru í maí, kjarasamningsbundnu launahækkanirnar tikka þar inn. Það má líka geta þess á efri myndinni að þar verið að horfa á hluta endurtryggingarhlutfallið sem venjulega í kringum 2–4%. Það skekkir báða þessa myndi verulega þetta uppgjör á lífsverksmálunum svokallaða sem getið í ársreikningum vegna áhrifa þess. En það skekkir þessa myndir fyrir þessi 2 tímabil í fyrra og núna fyrir 6 mánuðina. Það má líka geta þess að það var reiknað besta mat tjónaskuldar núna eftir 6 mánuðina og vaxtabreyting þar leiddi til þess að tjónaskuldin vegna þeirra reikninga hækkaði 237 milljónir. Þessi mynd sýnir svo samsett hlutfall í einstökum vátryggingagreinum. Hún sýnir samsett hlutfall í ársfjórðungnum og sama ársfjórðungi 2016 en hún sýnir líka samsett hlutfall síðustu 12 mánaða og það dálítið það sem þarf alltaf að horfa til því að eins og ég segi ársfjórðungarnir geta flöktað mikið til en við erum dálítið að horfa á það hvernig 12 mánuðir hafa verið meðaltalið. Í erlendum endurtryggingum erum við dálítið háðir gengi og þar var styrking krónunnar sem gerði hjálpa okkur aðeins þar. En svona til upprifjunar og þessum segði áðan að þá hlutfallið lögbúin ökutækjatryggingunnar var 124,8% í fyrsta ársfjórðungi en dettur niður í 94,3% núna. Þessi mynd hérna ný og á að sýna það þessar 1036 milljónir sem við sáum áðan að var hagnaður af vátryggingastarfseminni, hvaðan kemur svo upphæð. Og það þarf að hafa það líka í huga, og þetta svona 101, kannski 102 fyrir einhverja í þessu fræðum, að þessi mynd mismunur á henni og þeirra á samsættuhlutfallið að hér búið að yfirfara fjárfestingartekjur á vátryggingagreinarnar. Og það náttúrulega mjög eðlilegt að yfirfara fjárfestingartekjur á vátryggingagreinarnar því að við erum að fá iðgjöld, við setjum peninga til hliðar til þess að geta borgað tjón og af þeim eigum við að fá fjárfestingartekjur sem í rauninni tryggingarnar eiga. Einfaldamyndin að horfa á samstæðuhlutfallið sem ekki með yfirfara fjárfestingartekjur. Þessi mynd næsta leið fyrir ofan sem á að sýna hver svona arðsemi vátryggingagreinanna með tilliti til þeirra fjárfestingartekna sem þeim ber. Við sjáum þarna hagnaðurinn yfir milljarður og í rauninni má segja að ef áætlanir félagsins hefði gengið upp, ef samsett hlutfall hefði verið 100%, það í kringum 95
og við leikum okkur að því að þetta sé 10 milljarðar iðgjald á tímabilinu, þá þarna 500 milljóna auka tekjur í þessari súlu vegna þess að samsett hlutfall var 95 en ekki 100. Undir venjulegum kringstæðum hefði verið að yfirfara á tryggingareksturinn 500 milljónir í af fjárfestingarstarfseminni. En hér sjáum við líka það að lögboðnar ökutækjatryggingar sem dæmi, þó afkoma þeim sé að batna, að þá hún ennþá undir núllinu þrátt fyrir að fá þær fjárfestingartekjur sem henni ber. Og það eitthvað sem við höldum áfram að vinna í, en við höfum væntingar til þess að það breytingar sem hafa verið gerðir á iðgjöldum og verið gerðar áramótin, að það mun hjálpa okkur að laga þetta hlutfall. Ef við förum inn í fjárfestingarnar og stöðu safnsins okkar, þá erum við hér að sýna fyrsta lagi lengst til vinstri samsetningu eignasafnsins. Í miðjunni erum við að sýna hreyfingar eignasafnsins og síðan erum við að sýna hagnað og ávöxtun á hverju eignasafni fyrir sig. Vonbrigðin eru náttúrulega skráðu hlutafélögin og þar ávöxtunin lítil og sérstaklega borið saman við það sem það hluta sem við erum þar í. Það hins vegar ánægjuefni að afkoma Kviku mjög góð í þessu tímabili og hjálpar okkur. En svo rétt að geta þess og það kemur fram í ársreikningnum að það munar áætluðu gangvirði og bókfærðu virði ríkisskuldabréfs sem haldið til gjalda í reikningnum. Og þetta peningur sem kom inn í fjárfestingarleið Seðlabankans fyrir 5 árum og 5 ára tímabil renna út núna endanlega út í 4. ársfjórðungi og það bara eftir að meta það hvort hvernig þetta verður fært í bókar, hvort að við munum halda þessu til gjalda eða hvort að við munum færa þennan mun í bækurnar. Og það ekki bara búið að taka ákvörðun það, en rétt að geta þess að þetta til staðar og kemur fram í árshlutareikningnum. Stærstu eignirnar okkar erum við að sýna hér, 3, svo 5 og svo 5. Og Kvika orðin næststærsti hlutabréfaeign VÍS. Það hefur verið talað Kviku og VÍS í einhver tíma. Þetta rauninni einfalt eins og staðan í dag og búið að fara gegnum það með stjórn og afstæðan nokkuð skýr. Kvika fært sem hlutdeildarfélag, í fjárfestingabók félagsins. Það á mína ábyrgð að sjá til þess að félagið fái sem mestan arð fyrir þessa fjárfestingu og ég hef sett mig nokkuð vel inn í þessi mál, hitt forsvarsmenn félagsins og ég hef nokkuð góða trú, ekki nokkuð góða, ég hef mjög góða trú á því sem þar í gangi og ég held að þessi fjárfesting eigi eftir að skila góðu fyrir félagið og hún hefur það svo sem gert það hingað til líka. Þannig að þar hlutinu komin nokkuð hreint og við styðjum við þá vegferð sem þar Marel okkar stærsta eign í skráðum hlutabréfum og svo erum við nokkuð þéttir í fasteignafélögunum. Efnahagsreikningurinn, nokkuð basic, en það kannski vert að geta þess og ennþá þetta lífsverksmál sem hafði töluverð áhrif á það hvernig hreyfingarnar í efnahagsreikningnum á tímabilinu. En til uppbyrjunar þá voru þarna lagði til hliðar einhverjar 1400 milljónir til að greiða tjón. Það samningsbæturnar voru sem síðan var samið og borgaðar 800 milljónir. Þannig að tilfærslan í tjónaskuld fyrir félagið af þessu eina máli 1400 milljónir og hlutur endurtrygginga þar 1200 milljónir. Þannig að þetta gríðarlega stóra fjárhæðir og skekkja dálítið myndina eins og kom fram í endurtryggingarhlutinu áðan og endurtryggingaeignir lækka þarna 1000 milljónir sem eiginlega eingöngu vegna þessa stóru færslu. Annað þarna að viðskiptakröfurnar eru þarna árstíðabundnar og vegna þess að það endurnýjast mikið að iðgjöldum áramótin. Annað svona frekar rólegt hér og náttúrulega hlutdeildarfélögin sjáðu þarna fer í 2 milljarða sem kaup félagsins í Kviku á tímabilinu. Staða gjaldþols, við höfum verið að hitta greiningaraðila og við erum dálítið að vinna í gjaldþols, hvernig getum unnið meira og rætt meira og skilið betur gjaldþolið. Gjaldþolið náttúrulega kjarni í óbúslega mörgu í tryggingafélagi
stjórna því til dæmis hvað hægt að greiða út mikinn arð. Það þarf að hafa gjaldþol í huga þegar að vera að taka ákvarðanir, hvort sem það er verið að breyta eignasafninu, búa til nýja tryggingar. Það er svona kjarninn í starfsemi félags, það er að horfa á áhrif á gjaldþol og vinna út frá því. Þannig að við erum dálítið að reyna með þessari mynd að svona nálgast það að geta rætt þetta og útskýrt hvað þetta er og hvernig þetta breytist. Og ég ætla ekki að fara hérna í hvellið, en það væri gaman að í framhaldinu og sérstaklega bara eftir fundin, bara í framhald af fundinum, ekki núna og eftir, en bara í framhald af fundinum og taka fund með ykkur. Athuga hvað ykkur finnst þetta, er eitthvað sem við getum gert betur, er þetta skýrt, er þetta bara flókið og þess háttar. En við ákváðum að stíga þetta skref og reyna að átta okkur betur á þessu og koma þessu dálítið á framfæri til markaðarins. Stóra mál er það að gjaldþolskrafan upp af árs er 9,9 milljarðar og gjaldþolið áramótin er 17 milljarðar og gjaldþolshlutfall 1,72. Síðan breytist hlutirnir yfir tímabilið og við sjáum þarna að hluta og verðbréfaáhættan hækkar 796 milljónir sem eru einfaldlega vegna þess að þar eru eignir sem falla undir, hækka 2 milljarða og þar með hækka þessi faktor. Einnig þar undir er svokallað symmetric adjustment faktor sem heitir samhverfa aðlögun. Hann hækkaði 2,5% frá áramótum og hefur líka áhrif til hækkunar þarna. Aðrir liðir eru kannski svona minni háttar, ég ætla að stoppa þarna við mótaðaláhættuna. Þetta er meira og minna út af viðskiptakrónunum sem þetta hækkar og þetta mun þá væntanlega minnka aftur þegar það kemur næstu áramótum. Þannig að þetta svona vex og svo minnkar. Fjölþættingaáhrifin mínus þar 400 milljónir. Þetta er svona eins og tryggingastarfræðingarnir elska að 1 + 1 er ekki alltaf 2. Þetta er þannig að við reiknum allar áhætturnar út og ef maður tekur dæmi, það eru þó ekki bara svona öðruvísi dæmi, við erum að reikna át út af snjóflóði, við erum að reikna át út af eldgosi, við erum að reikna át út af einhverju bruna og summurum upp þessar áhættur. Síðan er það þannig að það gerist ekki allar á sama tíma og þá kemur ákveðin svona mínus út á það til að dempa þessi áhrif af því að hver og ein áhætta er reiknuð sjálfstætt. Og það er þessi fjölþættingar áhrif og breytingi þarna fjölþættingar áhrifinu er megnuð til komið út af þessum 796 milljónum í aukningu á hluta og verðbréfaáhættu. Þannig að netto áhrifin þar eru eiginlega meira og minna munur á þessu tvennu. Ég ætla ekki að hafa meira orðið þessaklega núna, ég hef samt mikið áhuga og geti talað um þetta í nokkra klukkutíma en við athugum hvort að við getum ekki leikið okkur eitthvað meira við þetta áfram. Niðurstaða núna er að gjaldþolskrafan er 11,3 milljarðar og gjaldþolshlutfall 1,61. Í lokin erum við aðeins að fara yfir það sem er framundan og nokkur atriði sem þar við viljum benda á. Fyrst vil ég nefna þetta fræga kerfi Askur og ég veit að það hefur verið tekið aðeins á því og spurt það hér á svona fundum. En Askur er sem sagt tryggingakerfi sem er innleiðað fyrir félagið og ég fann það leið og við komum inn að þetta verkefni búin að vera gríðarlega lengi í gangi og hefur svona gengið upp og ofan. Það er þó búið að taka núna stórskref í síðustu viku þar sem fyrsta skipti var yfirfærsla viðskiptavina úr eldra kerfinu yfir í þetta nýja og það var mjög stórt skref þó að þetta er eins og þegar menn stiga á tunglið en þetta var mjög stórt skref fyrir þetta félag að ná þessari yfirfærslu. Iðgjöldin í nýja kerfinu komin milljarð og telur 10% viðskiptavina. Þannig ég held að allir í þessu húsi séu á því að þetta muni raungerast og nú er dálítið að setjast yfir það í ljósi reynslunar af þessar endurnýjun sem var í síðustu viku og yfirfærslu búa til aksjónplanu það hvernig við náum í mark næstu misserum. Samstillt hlutfall í árslok. Við sögum frá því í tilkynningunni í gær að við höfum yfirfarið áætlanir okkar og gerum ráð fyrir að samstillt hlutfall muni liggja á neðri hluta þess sem við sögðum í tilkynningunni okkar í júlí og við tölum núna 95 til 98%. Skipulag starfseminnar, ég hef verið spurður af því
hvort að hér verði ekki breytingar og hvernig allt saman standa á því. Það bara eðlilegt þegar að kemur nýr aðili í svona starf að hann horfa á skipulag, lýsa upp stillingu, verkefni framundan og slíkt. En það bara þannig að það ósmæðsæði að halda að það gerist bara á einum degi. Í svona félagi finn ég það gríðarlega gott starf, það góður gangur. Þið sjáu hér að þetta gengur vel. En ég að skoða þessi mál og með tilliti til þess hvernig best að stilla upp kerfinu fyrir komandi verkefni. Og ég hlakka til að fara við það þegar þeirri vinnu lýkur. Síðan í lokin, hér að þá langar okkur að segja frá því að eitt af því sem við erum að reyna viljum prófa að gera og stígum hérna skref og örlítið út fyrir það enda bóksi fyrir mjög marga í þessu húsi, okkur langar til þess að auka upplýsingar til markaðar. Og við gerum það í þessu hér gerum við það með því að mánaðarlega langar okkur að upplýsa markaðanum það hvert tjónshlutfallið var í mánuðunum undan. Dæmi, samsettarhlutfallið fyrirgefðu. Dæmi, miðjan september munum við segja frá því hvert samsettarhlutfallið var í ágúst og svo framvegis. Þetta teljum við vera prúdent leið til þess að upplýsa ykkur það sem í gangi, hvernig þróunin en ég verð að hafa risa fyrirvara á því að við þurfum líka að treysta því að markaðar og þið farið rétt með þessar tölur því að ef að samstæðshlutfallið hátt eða það lágt þá það ekkert ávísun á það að hlutinni sé að fara í einhverja eina veg eða annan. Þetta dálítið svona eins og hjartalínuritt og rauninni ef þetta væri alveg flatt þá væri nú næstu því eitthvað skrítið sko en þetta að flökta en við ætlum að upplýsa markaðanum þetta og það dálítið ykkar að læra að nota þessa tölur rétt, skiljið. Og við höfum líka mikið náð á því að ef það vakna spurningar eða vangaveltur þetta, þá bara að gera að vera í sambandi og við getum þá rætt hlutina og við getum hjálpað hvort öðrum að vera betri í þessu. En við sjáum líka fyrir okkur eins og sjáum hann svona dæmum, svona tilkynningur sem getur verið, að við horfum líka til þess hvað við höfum greitt mikið á tjónum. Og við bendum líka á hver þetta samstæðshlutfall hefur verið síðustu 12 mánuði. Nú, bara rétt í lokin, þá ég búinn að vera hérna í næstu því 2 mánuði. Ég vil þakka stjórninni fyrir að gefa mér tækifæri til að taka þátt í þessari vegferð. Það gríðarlegur kraftur í þessu félagi og mikil og flott verkefni framundan, tækifæri og það verður ekki bara skemmtilegt, heldur hef ég trú á því að það sé verið að skrifa hérna sögu og ég bara þakkláttur fyrir að fá að taka þátt í því. En ég held að sé kannski komið tíma á spurningar ef þar eru og fæ hjálp ef ég stend á gati. Ég vissi að það stefnumbroti. Það eina sem ég vissi þegar ég byrjaði hérna og það gaman að fylgjast með því hvernig þú íðar í sætinu alveg. Nei, þú leifir engu, þú byrjar að íða og... Nei, ég að djóka. Ok, ég þarf líka síðan að endurtaka spurningar þannig að þetta komast til skila en Stefán Bróti, hvað segir þú? Já, það getur tvær spurningar. Þú fyrir svona þróun í ökutækjatryggingum nokkuð önnur heldur en manni finnst tónnin vera í stjórnendum annarra tryggingafélaga sem hafa voru að byrja tölur í gær líka. Getur aðeins farið yfir að einhverju leyti þú metur þessa þróun sem í stað komna til að vera taktur sem á leiðinni í rétt átt. Og svo spurning 2, hvað finnst þér eðlilegt að stilla af gjaldfólkshlutfall VÍS til framtíðar? Sko, fyrri spurningin snýr að því hvernig við litum á þróuninni í ökutækjatryggingunum og kannski ljósi þú nefndir niðurstöður annarra félaga. En ef við tölum bara VÍS þá lítum við á, þá það þannig að eftir fyrsta ársfjórðung sem var tiltölulega tjónaþungur, þá voru uppi umræðum það í félaginu, náttúrulega fyrir minn tíma, verið að hringja og segja hvað átt að spyrja með það. Já, það sem ég að segja að eftir fyrsta ársfjórðung sem var tjónaþungur og iðgjaldshækkanir sem var gengið í áramótin, þá voru að renna á fólk hér 2 grímur veiti það hvort að þær iðgjaldahækkanir voru nægar. Það var hins vegar trú fólksins á því að þessar iðgjaldshækkanir sem gengið var í væru réttar og á réttum stað.
Við í rauninni trúum því að það er iðgjaldsbreytingar sem farið var í og hvernig það voru innleiddar hérna hjá okkur og við göngum dálítið þétt í því að þær séu bara réttar og við trúum því að við séum komin á þar stað að iðgjaldi sé að þetta sé að lagast. Þannig að við erum ekki að sjá okkar hlutfall er betra en annara og ég get bara ekki útskýrt af hverju það er. Svaraði þetta fyrir spurningunni? Eða hvað? Ekki alveg? Ok. Seinni spurningi var gjaldtol og hvaða skoðun hefði á því. Markmið félagsins 1,5 finnst mér bara að vera eðlileg og mér finnst það bara að vera eðlilegt markmið og ég svo sem ekkert meira svar það. Ég veit ekki hvort þið væntið þess að ég svari meira það en mér finnst það bara að vera góð tala sko, til að miða út frá. Ok. Frosti. Já. Sko, já, ég vil trúa því að við séum komin á betri stað, en ég veit það ekki. En hugsa það líka að 5% sem svona kannski það sem er að muna, eru 500 milljónir á hálfu ári. Og 500 milljónir á hálfu ári, þú veist, það þarf ekkert, það er hægt að hugsa sér margar tegundar af tjónum sem detta í 500 milljónir, skilur. Þú veist, ein rúta, stórtjón, nokkrir brunar eða eitthvað og partur af þessu líka það að félagið hefur verið, og maður verður bara vona það að vera áfram, að það eru ofboðslega lítið af stórum, eða bara, ég man ekki eftir tjónunast yfir 30 milljónum á þessu tímabili. Önnur félög voru, heyrði ég tala stór tjón og þau hafa náttúrulega töluverð áhrif. Og hvort við erum heppin að ná þessu, hvernig sem er, það er ómögulegt að segja það, en ég held að sú vinna sem hafi verið í gangi hér með iðgjaldshækkanir, áhættumat og annað, að það sé að skila sér, en ég held líka að þetta sé dálítið einstakt tímabil sem við höfum verið að upplifa hérna. Þannig að maður er svona reyna pólitískur dálítið í svörum, en maður er bara að segja það sem maður trúir. Ok. Já. Þú spyrði ástæðu fyrir því að það sé svipið upp hjá félögum. Ég náttúrulega get óskaplega lítið sagt hvernig þetta er hjá öðrum. Við erum með ákveðna strategíu í endurtryggingum í stórum tjónum og ég vil nú að viðurkenna það. Ég hef nú ekki alveg hent mér í hana alveg í dítil. En ég vænti að það sé byggt á þeirri reynslu og þeirri sögu sem hér hefur verið byggð upp. En já, ég veit ekki alveg hvernig ég get svarað þessari spurningu. En stórtjón er eitthvað sem spilar vel töluvert inn í. Önnur félög töluðu að það hefði verið slíkt tjón hjá sér. Við vorum heppin núna, en það þarf stundum lítið til að hlutinni breytist og þau breytast hratt. Og eins og segi, þetta er vinna. Þetta er heppni, þetta er eitthvað, en við trúum því að árið endi vel og það er svona margir samlengir þættir sem hjálpa til þess. Hvað segir þið? Já. Já. Er þetta mikið til vegna hversu mikið er iðgjaldahækkunin í skýrslunum og svona tegundum? Sko, ég get ekki kannski farið svona top of head í einhverja tegundir, en ég get þó sagt að þetta er eins og segi samblanda af ýmsu. Þetta er náttúrulega búið að vera í gangi vinna við að hækka iðgjöld, það er bara þannig. Og það hefur gengið eftir. Partur af þessu eru fleiri skírteini. Partur af þessu að það er
gott endurnýjunarhlutfall á skírteinum hjá félaginu. Þannig að þetta sambland af mörgu. Svo ég ítrykki spurninguna að þá var hún hver er dræfurinn í bókfærðu iðgjöldunum og hækkunum á þeim, var ekki rétt. Og eins og segja, þetta bara sambland af mörgu. Og ein pæling þú veist, eigum við að fara einhvern veginn að sýna meira skírteini eða skírteina fjölda, mismunandi greinum eða eitthvað. Við höfum ekkert metið það, en það eitthvað sem að væri hægt, en við þurfum bara að meta hvernig við viljum sjá og hvað við viljum birta í framhaldinu svona í uppgjörunum okkar. En þetta bara sambland af mörgu og það að besta við þetta ekki eitthvað eitt, þetta bara margt og það einhvern veginn allt leggst á eitt núna að gera það verkum að afkoman eins og hún Hvað segir þið? Nú lækkaði tjónaskuldin og kannski hafði einhver áhrif til hins betra á ríkjareksturinn á fjórðungnum. Það eitthvað tengt þessu lífssterkmáli eða einhver spurning sem koma þar inn? Önnur spurning líka varðandi Kviku. Ef Kvik í skráð á First North, myndi það hafa einhver teljandi áhrif á gjaldþrotskröfuna upp á hlutabréfaáhættuna þá? Sko, fyrri spurningi var tjónaskuldina og tjónaskuldin lækkar minnum 1200 milljónir. Þar af 1400 milljónir út af lífsverksmálinu. Það að segja í rauninni ef við teljum það frá þá breytingin 200 milljónir. Það kom fram á það líka að tjónaskuldin hækkar út af því að núna mitt ár var svokallað bestamat gert aftur á tjónaskuldinni. Það var uppfært bestamatið og vaxtakúrfan breytt í samræmi við EIOPA vexti og það hækkaði tjónaskuldan 237 milljónir. Þannig að ég held að tjónaskuldin sé bara góð, það búið að uppfæra hana og það var til hækkunar og megin dræfurinn í þessum breytingum uppgjörið á þessu lífsverksmáli. Þannig að það ég fór dálítið vel í það og það dálítið svona niðurstaðan þar. Það ekkert í tjónaskuldinni sem að drífur áfram þessa breytingu. Seinni spurningin var varðandi Kviku og ef þið fara First North. Þeir geta hjálpað mér með svarið en ég held að það sé þannig að meðan þetta fært sem hlutdeildarfélag þá telur þetta sem 22% inn í gjaldþolið og það breytist ekki þó þið fari á First North markaðinn. Er það rétt? Jú, það er rétt. Ok. Herðu, ég sé að það eru ekki fleiri spurningar. Ég vil samt ljúka þess á því að þakka ykkur fyrir að koma og þakka fyrir þá sem hlusta og horfa. En ég vil líka hvetja ykkur aftur til þess að ef það einhverjar spurningar í framhaldinu, spjall, fundir, annað, þá hefðum við mjög gaman að taka slíka díalóg við ykkur og Andri mun vera tengilegur okkar í því máli. Að þessu sögðu þakka ykkur fyrir komuna og sjáumst síðar. Takk fyrir.